627. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn í Ljómahöll þriðjudaginn 1. mars 2022 klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Trausti Arngrímsson, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Sanders, Styrmir Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og Úlfar Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Það eru 7 mál á dagskrá fundarins en þau eru númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 17. og 24. febrúar, númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. og 25. febrúar, númer 3 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 16. febrúar, númer 4 fundargerð framtíðarnefndar frá 16. febrúar, númer 5 fundargerð fræðsluráðs frá 18. febrúar, númer 6 fundargerð íþrótta- og tómstaráðs frá 24. febrúar og síðast, eða númer 7 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. febrúar. Þá göngum við til dagskrár og ég mun gefa orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 17. og 24. febrúar en áður en að ég gef orðið laust þá vil ég benda á að í síðustu eða í fundargerð bæjarráðs frá 17. febrúar í 8. máli þá var þar bókað að þar sem var talað húsnæðis samvinnufélag. Hið rétta að það átti að standa húsnæðis sjálfseignarstofnun. Það hefur verið leiðrétt inn á vefnum og þannig að þið hafið þá vitneskju það að þarna var ekki að ræða húsnæðis samvinnufélag en það erum við ekki með slíkt hjá okkur. En orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Það er Úlfar Guðmundsson, gerðu svo vel. Daginn, forseti bæjarráðs og aðrir viðstaddir. Ég vildi kveða mér til hljóðs hér varðandi fundargerð bæjarráðs frá 24. febrúar og þá sérstaklega lið númer 6. Fögnum því að Vinnumálastofnun er að leita til okkar varðandi þetta mál, varðandi starfsgetu þeirra sem atvinnuleitenda með skerta starfsgetu. En það sem ég vildi kannski spyrja er hvort að það væri búið hvort að bæjarráð eða bæjarstjórn eða formaður bæjarráðs hyggst að kynna þetta nánar fyrir stjórnendum bæjarins. Ég tel að sérstaklega ef skoðað fylgigögn með þessu þá þetta sé að Reykjanesbær sem eitt stærsti atvinnurekandi hér á svæðinu geti nýtt sér einmitt þessa mjög svo góðu tillögu frá Vinnumálastofnun en hefur litið yfir þessi fylgigögn þá sýnir það að það þetta vissulega verið að reyna að ná þessu fólki, ná utan um þetta fólk og hjálpa eftir á vinnumarkaði. Og það svona kannski önnur spurning sem ég hefa einmitt þessu hver stefna Reykjanesbær þegar kemur að auglýsingu á störfum gagnvart og sérstaklega í tilliti til störfum sem gæti þjónað atvinnuleitendum með skerta starfsgetu. Er eitthvað möguleiki að við getum sjáum að við getum metið störfin þannig og auglýst störfin með tilliti til þess. Takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Úlfar. Það gott að skildir vekja máls á þessu og ég þykist þetta að bæjarstjóri vilji fá að bregðast við þessu. Gerðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta, Úlfar. Það eru 5 eða 6 einstaklingar í dag að störfum hjá Reykjanesbæ sem að tilheyra eða falla undir þessa skilgreiningu, fólk með skerta starfsgetu, og hefur alveg verið rætt og vilji til þess að ráða fleiri. Þessari tillögu sem var, eða þessu erindi sem var í bæjarráði var vísað til umfjöllunar og meðferðar í velferðarráði og verður tekið fyrir þar, og eins og umræðan var í bæjarráði á 50 þá voru ýmsar hugmyndir uppi sem er fróðlegt að sjá hvernig eða hvaða undirtektir fá í velferðarráði. Þannig að við skulum bara bíða og sjá hvað kemur út úr því. En varðandi, við auglýsum ekki störf sérstaklega fyrir hóp með, eða fyrir fólk með skerta starfsgetu. Við auglýsum bara störf, og að því að fólk getur, þessi hópur er náttúrulega eins og samfélagi bara fjölbreytt, og það er mismunandi hvað fólk, að hvaða leyti starfsgeta þess er skert. Í sumum tilfellum er að ræða fólk sem er fætt með einhvers konar fötlun. Menn geta líka verið að ná sér eftir tímabundna skerðingu eða lent í slysi, eða þetta getur verið andleg skerðing og líkamleg skerðing og allavega. Þannig að ég held að menn verði alltaf að taka einstaklingin og vinna út frá hans getu og þörfum. Og það er svona svo nálgun sem hefur verið notuð hingað til, og ég held að ég geti fullyrt að verði ofan og áfram. En við höfum fullan hug á því að gera betur í þessu, og eins og segi 5-6 einstaklingar í dag, og það er kannski ekki hálft hlutfall af 1100 starfsmönnum, Þannig að við getum alveg gert betur, og við sjáum hvað kemur út í því þegar velferðarráð hefur fjallað málið. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri Friðjón Einarsson. Gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Ég held að sé bara mikil hvatning hjá Reykjanesbæ að gera betur í þessum málaflokki sem Úlfar var að nefna, og þetta var vel rætt í bæjarráði, og þess vegna var málinu vísað til velferðarráðs til þess að reyna að setja þetta eitthvað farveg og hugsanlega þá útbúa eitthvað starfsreglur eða leiðbeinandi tilmæli til annarra. Aftur á móti má segja það að við þurfum kannski á sama tíma líka að hvetja samfélagið sjálft til að taka meiri þátt í þessu. Fyrirtækin þurfa að vera duglegri að nýta þetta og bjóða þessum fólki upp einhverja valkosti. En á fundi bæjarráðs 7. febrúar voru nokkur erindi sem ég langa að nefna, og það er kannski aðalega umræðan húsnæðissjálfseignarstofnun fyrir landsbyggðina, sem var síðasta mál á dagskrá, 8. mál, en það var haldinn fundur í janúar síðastliðinn hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þar sem kynntar voru hugmyndir að stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar, og aðalega er þetta ætlað sveitarfélögum fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Mörg félög á landsbyggðinni hafa átt erfitt og telja sig eiga meiri möguleika að sækja stofnfé með því að ganga inn í sameiginlegt félag sem þarna er fyrirhugað að stofna. Við ræddum þetta hjá okkur, og okkar mat er að svo konar máli að það sé ekki hentugt fyrir okkur. En áhugavert að því að við vorum með kynningu hérna áðan á Bjargi í leigufélagi að við telum okkur eiga stórt félag, 240 eignir, en hann talar að helst þurfi svona félag eiga 1000 eignir svo það borgi sig að reka það. Þannig að það er áhugavert að sjá það, og við höfum náttúrulega fundið það í gennum tíðina, þetta er ekki einfalt, en leiguverð hjá okkur hér í Reykjanesbæ í þessum eignum okkar er á svipuðu róli 25-30% undir markaðsverði.
Þannig að við erum að vinna svona á sama grunni og Bjarg, en þó kannski erum við ekki alveg með sömu fjármögnun eins og Bjarg hefur náð í, en það er verið að reyna að lagfæra það og sækja meira fjármagn, svona langtíma fjármagn. En þar var náttúrulega ekki stofnframlög á sínu tíma, heldur hefur sveitarfélagið þurft að borga með. En þetta er mjög áhugaverð þróun sem er að verða í þessu málaflokki og til fyrirmynda hvernig Bjarg hefur unnið þetta. Þá kem ég kannski að næsta fundi bæjarráðs sem var 24. febrúar síðastliðinn, en þar áttum við fund með íbúðafélagi Suðurnesja sem er óhagnaðardrifið félag hérna á Suðurnesjum sem hefur lýst yfir áhuga á að byggja íbúðir fyrir þó ekki tekjulága nema hluta til, sem samræmist kannski ekki alveg þeim lögum sem gilda um stofnframlög. Það eru innflutt hús sem er að ræða. En við höfum hitt þessa aðila í íbúðafélagi nokkru sinnum, bæjarráð, og þau hafa lýst yfir áhuga að fá íbúðir eða lóðir til að byggja. En við vildum svona fara yfir máli með þeim og bara það komi hér fram að þau hafi sama möguleika og til að mynda Bjarg ef þeir munu koma til okkar. Það gilda sömu lög bæði fyrirtækin og vonast til þá að íbúðafélagið nái að leggja fram þau gögn sem nauðsynleg eru til að taka afstöðu, en það er ljóst að það er ákveðnar reglur sem gildi í þessu og ég á ekki vonað öðrun að bæjarstjórn muni fylgja þeim reglum úthlutun á lóðum. Ég vil kannski nefna hérna sérstaklega að í Reykjanesbæ er stærsti leigumarkaður hlutfallslega á Íslandi. Þess að tala hérna sem 30% eigna á markaði eru leigueignir, þó það fari aðeins minnkandi núna, hvað hjálpi þér. Að þetta er dálítið öðru sem markaður heldur en í Reykjavík, og ég man á sínu tíma þegar að byrja að vera að hugsa óhagnaðardrifin leigufélög, að þá fannst mönnum leigan ekki nógu góð hjá okkur, hún var ekki nógu há til þess að svona félag gæti borga sig. En annað hefur nú komið í ljós og eftir að fjármögnun er orðin betra á þessum félögum að þá er líka ljóst að leigan er alltaf 25% ódýrar heldur en á markaði. Þannig að ég held að þetta muni passa mjög vel inn í okkar kerfi hérna, á markaðinu hérna. Ég vil bara þakka líka starfsfólki fyrir þær skýrslur og áætlanir sem lagðar voru fram í bæjarráði og eru mjög greinagóðar og góðar, og hvet ykkur ágætu bæjarfulltrúar að gefa ykkur tíma helgina að lesa. Þetta er mikill lestur en mjög áhugavert og gefur mikla innsýn inn í starfi hjá Reykjanesbæ. Líka nefna það hérna að við fengum bréf frá eftirlitsnefndinni fjármálum sveitarfélaga. Þeir eru komnir af stað aftur, ekki þó endilega gagnvart okkur, heldur almennt öllum sveitarfélögum á Íslandi. Fengum bréf að minna þá á fjármálareglur og hvað skal gæta til framtíðar. Svona eftir COVID, þetta er svona kannski vísir á því að COVID er búið, að fá loksins bréf frá eftirlitsnefndinni aftur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri hvatt sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 17. og 24. eru beðin gefamerki. Og þær eru samþykktar 11.0 og þá er komið að lið nr. 2 sem eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. og 20. og 5. febrúar. Þar er eitt mál á dagskrá sem við þurfum að afgreiða sérstaklega, sem er liður 4 í fyrri fundargerðinni, breyting á deiliskipulagi iðnaðar- og orkuvinnslusvæðis á Reykjanesi, breytt skipulagsmörk. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið nr. 4 í fyrri fundargerð eru beðin að gefa merki.
og hann er samþykktur 11.0. Þá er orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Guðni Birna, gerðu svo vel. Kæra þakkir, herra forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og gestir. Mér langaði bara rétt að koma hérna undir fundargerð frá 18. febrúar hjá umhverfis- og skipulagssviði og langaði bara að lýsa yfir gríðarlegri ánægju minni með áhugan á að reisa Dalskverfi 3 hjá okkur. En við fengum 600 umsóknir í 25 lóðir hjá okkur sem að dreifist í einbýlis, parrað og fjölbýlishús. Samtals 175 íbúðir og ég er bara gríðarlega spennt og þakklátt fyrir þetta þennan áhuga á okkur. Það er greinilega að við erum ekkert að fara að halda okkur innan eðlilegra fjölgunar frekar en fyrir daginn, en þetta er mjög ánægilegt að sjá og bara þetta vekur ánægju mína að sjá þetta og hlakka til að sjá uppbyggingu á Dalskverfi 3. Takk. Orðið laust. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. og 25. eru beðin með geðmerki. Og þær eru samþykktar 11.0 og þá er liðið númer 3 sem er fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 16. febrúar. Orðið laust. Friðjón Einarsson, gerðu vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kem hérna upp undir fundargerð menningar og atvinnuráðs. Mér langar svona aðeins að fara yfir nokkur atriði þar með ykkur. Undanfarinn, það var mánuð hefur unnið mjög mikið að nýrri markaðsstefnu fyrir Reykjanesbæ. Það hefur reyndar aldrei verið til markaðsstefna formleg fyrir Reykjanesbæ, en þessi vinna hefur verið núna í miklu ferli og tekið 4 mánuði og gengið virkilega vel og spennandi að sjá bæði hugmyndirnar og vinnubröðin í þessu, mjög faglegt og hefur ráðið tekið virkan þátt í því. Verið að lýsa yfir ánægju með stjórnan á þessu verki, bæði Gunnari Víði og síðan þeim aðila sem er verkefnastjóri í þessu, en það er Kristján Skram hjá Brand Vörubyrkjastofu. Gengið verulega vel og fljótlega verður stefnan kynnt og síðan lögð sjálfsögðu fyrir bæjarstjórn. Það sem vakti helst athygli mína enn og ný er það að atvinnuleystistölur hjá okkur koma seint og illa og það er nokk sama þó að okkar starfsmaður Sigurgestur sé á húnunum alla daga í Vinnumálastofnun. Það gengur mjög illa að fá atvinnuleysistölunar og það er oft á tíðum gamlar og sýn ekki alveg kannski rauntíma, en við erum ennþá í þessum í kringu 10% þó við teljum að það sé aðeins að lækka. Það er mikið auglýsingum núna úti auglýsandi starfsfólki. Flugið náttúrulega fara af stað og allar spár flugið eru það, menn eru mjög bjartsýnir að það fari í gang og í samtölu við bílaleigur þá er minna þessar pantanir sem núna er í gangi á sumari 2019 sem var náttúrulega eitt allra stærsta sumarið okkar. Þannig að menn eru nú að vonast til þess að þetta verði í lagi, að þetta lækki verulega niður á næstu vikum og mánuðum. En það er samt ekki gott að kerfi sé svona fungerandi eftir á og við séum alltaf að rýna í gamlar tölur. En skulum vona að það lagist nú. En það er eitt annað sem var athyglisvert er að það eru 1100 manns á atvinnuleysisskrá og tölur atvinnuúrræði Vinnumálastofnunar sýna gríðarlega þátttöku hjá atvinnulífinu. Það voru veittir 1238 ráðningarstyrkir á Suðurnesjum á síðasta ári sem er rosalega stór tala. Þannig að þetta hefur raun og verið haldið atvinnulífinu dálítið mikið uppi. Þarna eru 1200 manns rúmlega sem hafa fengið vinnu út á styrk og það sýnir bara mikilvægi þess
fyrir atvinnulífið að hafa svona aðgang að ráðningarstyrk. Og þetta má segja það og við höfum náttúrulega séð þetta hjá okkur í auknum tekjum sveitarfélagsins, auknu útsvari. Nú síðan það nýr vefur Reykjanesbæjar, visitreykjanesbæjar.is sem komin í loftið og sem virkur vefur, það að segja að íbúar, fyrirtæki, samtök geta kynnt vöru, uppákomur og annað slíkt á þessum vef og eru leiðbeiningar sem fylgja þessu hvernig hægt að setja það inn. Þetta mjög spennandi og þessi vefur skemmtilegur og dálítið nýjung fyrir okkur að fólk geti séð bæði utanaðkomandi og heimamenn hvað að gerast á hverjum tíma hérna í Reykjanesbæ. Og ég vil bara þakka fyrir það, þetta mjög vel gert og hérna gengum vonandi eftir, við höfum mikla vonum með þennan vef. Það eitt á þessum fundi var talað skapandi sumarstörf sem var verkefni sem við höfum verið með síðustu 2 sumur sem ekki hefur verið fjármagnað. Þetta hófst nú með styrkjum eins og ýmislegt annað sem ríkið styrkti þetta og ég ætla að óska eftir því, herra fundarstjóri, að þessu máli verið vísað til bæjarráðs. Það segir að ekkert fjármagn áætlað í verkefninu á þessu ári og því ljóst að ekki verið hægt að halda verkefninu úti í sumar nema tilkomi aðra lausnir á því. Þannig ég ætla að leggja það til, herra bæjarstjóri, þessu máli verið vísað þangað. Það til fé á lyklum fyrir atvinnulíf og við þurfum aðeins að skoða það hvort við viljum og hérna halda þessu verkefni áfram. En þetta verkefni var vistað hjá hérna Súlunni sem kannski ekki heppilegasti staðurinn fyrir það. Þetta nú kannski eðlilega þetta sé hjá í vinnuskólanum eða tengist vinnuskólanum en það þarf þá að ræða það nánar ef við viljum fara aftur út í þetta. En þetta var mjög spennandi og ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum sem fórum Reykjanesbæ síðastliðin 2 sumur hvað þessi krakkar voru að gera. Kraftir að mála og skemmtilegar, mikið skemmtilegt sem hérna kom út úr þessu og vídeón sem sett voru á netið og þetta var mikið gaman og í kjölfari fóru fyrirtæki og einstaklingar að mála myndir á veggina hjá sér þannig að þetta hafði svona dálítil skrið áhrif að það vakti athygli og var mjög spennandi. Öskutunnur á ljósastöðurum voru farnar að vera skemmtilegar og fallegar, ekki lengur grænar, heldur að búa að mála í öllum litum brosandi og hvað eftir öðru. Þannig að þetta var mjög, mjög skemmtilegt verk og við þurfum að ræða það hvort að við viljum setja fé í þetta aftur. Það líka verið að hérna, endurskoða reglugerð menningarsjóðinn og það voru lögð fram drög og við munum fara yfir það síðar. Það var líka verið að auglýsa í menningarsjóðinn. Það voru 23 umsóknir verkefnastyrki og 11 umsóknir í þjónustusamning. Nú verið að fara yfir það og þetta kemur fyrir á næsta fundi ráðsins. Þetta nú kannski ekki mjög stóra tölur sem við erum að veita en þetta hjálpar og hérna hefur reyndar verið alltaf erfitt í COVID síðustu 2 árin. Þegar aðalega sem sóttu hafa ekki öll geta nýtt það og því var skilað inn og sumt að þessu fjármagni fór þá í verkefni hjá bænum eins og til að mynda garðinn okkar og 7. júní hérna verkefnið en það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Og þá ég kannski minna þá á líka að við erum að auglýsa eftir reyndar umsóknarfrestur runnin út listamann Reykjanesbæjar sem gert alltaf í lok kjörtímabils. Það verður líka spennandi að sjá hvað kemur út því. Ég vona því að við sendum inn einhverja tilnefningar, gott fólk, í það. Í lokin ætla ég að nefna hérna eitt mál. Það er skal ég segja ykkur barnabókasafn. Dálítið sérstakt að Sigrún Klara, prófessor í upplýsingafræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi landsbókavörður hafði samband við Stefaníu Gunnarsdóttur og óskaði eftir því að skoða möguleika á því að hvort að væri þetta að setja upp barnabókasafn hérna hjá okkur og hugmyndin á baki það að safnið yrði fræða- og menningarsetur og sem hérna starfrækt víða um landið en þetta mjög sérstakt verkefni og þetta eitthvað sem við vildum þá gjarnan fá fjármagn með en
En þetta gæti verið mjög spennandi en við skulum sjá hvað kemur. Við fólum með Stefaníu að skoða málið og hvað þetta þýðir fyrir okkur til að sjá hvað er í húfi. Annað var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, ég vil fá að taka undir orð Friðjóns um þennan mikla fjölda sem að ennþá er atvinnulaus. 1100 manns sem að er auðvitað stór og vond tala sem að við vildum helst ekki sjá. Þegar við vorum í okkar besta gír komið með atvinnuleysi í kringum 2% eða niður fyrir 2%. En við erum ennþá í þeirri stöðu að þessi landshluti er ennþá með mesta atvinnuleysið á Íslandi og það er nú talað um það sem ákveðið gleðiefni að atvinnuleysi á Íslandi skuli vera 5% að meðaltali en við erum ekki á meðaltalinu, við erum frekar nær 10%. Þannig að það er auðvitað erfitt við að eiga að það skuli vera svona mikið atvinnuleysi en það er ýmislegt verið að reyna að gera til þess að sporna gegn þessu og fyrir mig sem nýjan þingmann þá hef ég fengið að taka þátt í umræðum þá styrki sem voru veittir á síðasta ári og það er búið að endurvekja flesta þessa styrki, lokunarstyrki hjá rekstraraðilum sem þurftu að loka, það er búið að útbúa sérstaklega styrki fyrir veitingageirann sem að geta þá sótt greiðslur vegna tekjutaps frá því í nóvember og þar til að þessu léttir. Og síðast í síðustu viku voru endurvaktir svokallagi viðspyrnustyrkir sem að voru kannski þeir styrkir sem að hjálpuðu fyrirtækjum hvað mest á síðasta ári og maður heyrði það bara á rekstraraðilum að það voru þeir styrki sem að hjálpuðu hvað mest. Þannig að núna er þetta allt komið á stað aftur og viðspyrnustyrkinir gilda þá held ég bara fram á mitt sumar eða til 30. júní. Þannig að það er möguleiki fyrir þessi fyrirtæki sem að hafa verið að berjast í bökkum þá að fara að draga til sín fólk og hefja þá undirbúning fyrir gott sumar sem að er væntanlegt að við sjáum ekkert annað í kortunum en að þessu létti núna fljótlega og við getum farið að brosa út í sólinn á nýjan leik. Það hefur komin fram tillaga frá formanni bæjarráðs sem að 7. máli verði vísað í bæjarráð og ég vil þá gera þessa tillögu minni og óska eftir því við bæjarstjórn að þessu 7. máli verði vísað í bæjarráð. Þeir sem samþykkt geta þá tillögu eru beðin að gefa merki. Og það er samþykkt 11-0. Ég held að við getum öll tekið undir það að það er spennandi að halda þessu verkefni áfram því að búa til svona mikið líf og mikla sköpun í sveitarfélaginu okkar og sjá þessi brosandi ungmenni hér við að búa til alls konar hluti sem að vekja bara hamingju innra með hjá okkur öllum. Það er bara skiptir máli þannig að við þurfum að horfa og skoða þetta alvarlega. En Margrét Sanders gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna upp til að ræða atvinnuleysið. Atvinnuleysi sem að virðist vera orðið dálítið fast hérna á Suðurnesjum. Og akkur er það? Er það vegna þess að atvinnutækifærin er ekki nægilega mörg eða er það eitthvað annað? Og væntanlega er það bæði. Við fengum algjörlega frábæran einstakling í vinnu hjá bænum í fyrra og núna í vetur sem stóð sig vel að aðstofa fólk til að komast út á vinnumarkaðinn. Og ég velti fyrir mér og ég verð að segja, þó að ég ætla ekki að vera alltaf hérna í pontu og tala um að við höfum unnið svo vel saman, en ég verð að segja það að í þessu máli hefur við bæjarstjórn í heild sinni unnið vel saman að því
að pressa á Vinnumálastofnun að koma fyrr með tölur, pressa á Vinnumálastofnun að skilgreina betur hverjir eru atvinnulausir, hvaða hópur er þetta, hvernig atvinnu er þetta fólk að leita að, hvernig eru við að vinna þetta og svo framvegis. Og jú, við höfum fengið upplýsingar en allavega síðast og það síðast þegar við fengum Vinnumálastofnun inn hjá okkur, þá fannst okkur of lítið samt svör og mikið var talað að það væri mikið að gera, þau kæmist ekki yfir hlutina, skráningarna væri ef til vill ekki nægilega góðar og svo framvegis. Þannig ég velti fyrir mér hvernig staðan núna, ég á ekki vona að sé búið að fækka hjá Vinnumálastofnun, þannig að hvernig þá staðan núna, þannig að við getum þá farið að sjá skilvirkari og meiri vinnu hjá Vinnumálastofnun til þess að við getum saman unnið á þessu atvinnuleysi. Því að við viljum aðstofa fólk til að fá vinnu ef við vitum hvað við erum að tala um. Og ég er algjörlega sammála ykkur að þetta í fyrra, þessi sumarstörf voru algjörlega til fyrirmyndar. En þetta fer auðvitað eftir því hvernig þetta verður, hvort þetta tengist á vinnuskólunum eða hvernig þetta verður. En ég ætla bara að vona það að það verði það mikið atvinnuframboð í sumar að eldri úlingarnir okkar að þeir fái störf í fyrirtækjum eins og í Flugstoð og fleira. En ég vil brýna okkur öll að við höfum kannski aftur kalla á Vinnumálastofnun og pressa ef að við sjáum að það hreinlega vantar fjármagn, vantar vinnu, hvað vantar, að þá getum við fara að gera eitthvað í því. Mér finnst þetta óþægilegt, mér finnst þetta skrítið að 2022 í allar þessari tækni að upplýsingarna sé ekki betri og hraðari. Og ég vil taka undir með meirihlutanum sem að talaði hérna áðan það er mjög sérstakt hversu seint þessa tölu berast og líka að greiningin ætti að vera mun betri. Takk. Anna Sigríður Jónsdóttir gerir svar. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Bæjarfulltrúi Friðjón fór vel yfir þessa fundagerð. Mér langar aðeins að tala mál númer 9, barnabókasafn. Ég ætla aðeins að fá að lesa hérna hvað þetta snýst, en bæjarfulltrúi Friðjón talaði gest Sigrúnu Klöru frá Háskóla Íslands sem er fyrrverandi landsbókavörður. Hún er að bjóða bókasafni Reykjanesbæjar fyrir hönd félags barnabókasafns að styðja við verkefni til okkar. Hugmyndin yrði að safnið okkar í Reykjanesbæ yrði fræða- og menningarsetur líkt og starfrækt víða land. Og flest þessi fræðasetur sem eru annars staðar á landinu eru undir verndarvæng Háskóla Íslands. Mér finnst þetta bara merkilegt, mér finnst þetta gríðarlega flott og ég er alveg viss að ég finn það bara á mér að sviðstjóri fræðslusviðs, hann er hrifinn af þessu. Ég finn það á mér, sko. Og ég er alveg viss hann sé sammála mér að þegar svona stofnun kemur til okkar með hugmyndir, við erum ekki að sækjast eftir þessu, þegar svona stofnun að koma til okkar og bjóða okkur svona flott verkefni sem snýr að öllum börnum í bænum, ekki bara börnunum í Akurskóla eða bara börnunum í Holtaskóla. Þetta er barnabókasafn bæjarins og við vitum það öll hér að skólastjórar hafa í rauninni vald og ákveðna stefnu hve mikið fjármagn fer í bækur á hverju ári. Og það eru misstór bókasöfnun innan skólana og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til þess að auka við áhuga á lestri barna. Og svo erum við með fjölmenningarsamfélag þar sem við erum með tugi barna sem að hafa annað tungumál og þetta er bara einhvern veginn svo að við verðum að grípa svona verkefni. Og í fundagerðinni stendur að ljóst að bærinn þarf að styðja við hugmyndina ef hún á að verða veruleika. Menningar- og atvinnuráð felur Stefaníu Gunnarsdóttur að vinna áfram í málinu. Ég allavega segi fyrir mig þegar ég er búin að lesa þetta tvisvar yfir
svona verkefni þurfum við að grípa. Við þurfum ekki að hugsa með okkur núna, ok, hvað kostar þetta? Öll verkefni kosta eitthvað. Nei, heyrðu, þetta er ekki inn í fjárhagsáætlun. Þetta er bara ekki núna inn á áætlun, sko. Við getum ekkert verið að pæla í þessu verkefni núna, 2022 hérna í mars. Þetta er bara verkefni sem við þurfum að grípa, finna leiðir til að fjármagna, þegar þetta snýr að öllum börnum í bænum, öllum fjölskyldum, en ekki bara einhverjum afmörkuðum hverfum. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvart sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samt geta fundargerð menningar atvinnuráðs frá 16. febrúar eru beðin um gefamerki. Hún er samþykkt 11.0 og þá er komið að lið númer 4 sem er fundargerð framtíðarnefndar frá 16. febrúar. Styrmir Gauti Fjárstigerðarsvæl. Forseti, ég ætla að fara lauslega yfir fundargerð framtíðarnefndar frá 16. febrúar. Undir liði 1 kom Áslaug Guðjónsdóttir sem er tiltölulega nýráðin deildarstjóri þjónustur og þróunar á fundinn og fór yfir stöðu verkefna tengdum stafrænni þróun og hvernig framhald er í þeim málum hér í Reykjanesbæ. Þakka henni bara kærlega fyrir erindi sitt að þessum fundi. En undir lið 3 þar kom Anna Karen sjálfbærnifulltrúi á fundinn og fór hún yfir þær viðræður sem hafa verið í gangi við Kölku vegna nýs þjónustusamnings. Það styttist heldur betur í stóru dagsetninguna sem er 1. janúar 2023 en þá takaði gildi ný lög sem kveða á að sérstök söfnun á heimilissorpi skuli vera að minnstakosti á pappír, pappa, málmum, plasti, gleri, lífúrgangi, textíl og spilliefnum á öllum heimilum landsins. Þannig að það er ljóst að við þessu lög sem taka gildi þá 1. janúar 2023 að tunnur sem taka við lífúrgangi bætast við heimilin eftir þá nákvæmlega 10 mánuði í dag. Þannig að eftir 10 mánuði þá þarf að vera búið að fara í alla þá vinnu sem þarf til að þetta gangi upp og sama skapi kynna breytingarna vel fyrir bæjarbúum. 21. apríl 2021 síðastliðinn kom einmitt Steinþór Þórðarsson, framkvæmdastjóri Kölku, á fund hjá okkur í framtíðarnefnd. Það sem kom fram að Kalka væri á þeim tíma þegar farið að huga þessari dagsetningu og það vinnu sem þurfti að fara í. Þannig að það er bara vonandi að þetta gangi þá smurt fyrir sig þegar að þessu kemur. Svo undir lið 4 þá kom hann Pálmi Freyr Andverðsson, framkvæmdastjóri Katagó, á fundinn og kynnti fyrir okkur stöðu mála á þessu mjög svo spennandi verkefni sem er þróunaráætlun nærsvæðis Keflavíkurflugvallar. En þar kom til dæmis fram í máli Pálma að arkitektastofan KCAP sem hefur verið að vinna að þessari þróunaráætlun gerir ráð fyrir að skila af sér fullklárari áætlun núna undir lok þessa árs. Þetta er virkilega stórt og spennandi verkefni sem verður þá áhugavert að fylgjast með hvernig þróast. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Styrmir. Það hafa ekki fleiri beðið um orðið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 4 eru beðin um að gefa merki. Og hann er samþykktur 11.0. Þá er komið að fundargerð fræðsluráðs frá 18. febrúar, orðalaust, Anna Sigríður Geirsdóttir. Bæjarfulltrúar gestir, já, ég ætla aðeins að koma hérna undir fundargerð fræðsluráðs varðandi nokkra liði. Liður 4 er nýsköpunar og þróunarsjóður fræðslusins, en þetta er í þriðja skipti sem að þessi sjóður er fyrir leik- og grunnskóla í Reykjanesbæ og ég vil bara þakka fyrir fjölbreytt og áhugaverð verkefni og hvet bara skólanum til að nýta sér þennan sjóð. Þetta er einmitt svona tækifæri til að efla allt innra starf bæði í leik- og grunnskólan. Mjög flott hjá fræðslusviðinu. Annað mál númer
5. Það nú svona kannski ekki merkismál en kemur oft inn á fundagerðir hjá fræðslusviði. Umsóknum leyfi fyrir daggæslu heima á sig. Ég verð bara að fagna þessu. Því að hérna erum við að tala bara að lögðu fram umsóknum starfsleyfi fyrir dagforeldri vegna þess að það gríðarleg umræða í okkar sveitarfélagi að margar fjölskyldur séu á biðlistum eftir dagforeldrum og mæður tala að þær séu ekki búnar að fæða börnin, þá að komnar á biðlista. Þannig að margir foreldrar jáfnvel farnir að tala að sækjum bara áður en þeir ákveða að eignast barnið. Þannig að þetta náttúrulega bara atvinnutækifæri fyrir þá sem að hafa einhvern tímann haft hug á því að vera dagforeldrar. Við fögnum þessu og svo langum við að nefna mál númer 7 sem drög að starfsáætlun fræðslusviðs sem eru gríðarlega mörg góð verkefni sem snúa að fagmennsku leik- og grunnskólakennara og ég bara fagna því að Reykjanesbær sé að stuðla að betri fagmennsku innan skólana og innra starfi og ég vona svo sannarlega öll verkefnin og þau verði nýtt á tímabilinu. Takk. Takk fyrir þetta, Anna Sigríður. Friðjón Einarsson gerði svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að taka undir orð Önnu Sigríðar með ég hópum og gleði þegar einhver sækir að vera dagmóðir eða dagfæðir. Það bara algjör snilld. En dagforeldri heitir þetta víst afsakið. Dagforeldri. Það sem ég langar að nefna hérna aðeins er Myllubakaskóli. Þetta verkinu sem ongoing. Þetta kom í fangi á okkur eins og við öll vitum núna í haust og það var flutt út úr skólanum, tekins ákvörðun flytt út úr skólanum og starfsstöðvar skólans eru núna vítt og breytt allan bæinn. Og ég ætla bara að nota tækifærið og hrósa stjórnendur skólans, öllum starfsmönnum fyrir ótrúlega mikla gleði og bjartsýni og dugnað í þessum erfið aðstæðum sem skólinn á við að etja. Það alveg til fyrirmyndar á allan hátt hvernig þau hafa staðið sig og ég áeil ekki orð til hversu vel þetta hefur gengið. Ég nú búin að heimsækja allar þessar starfsstöðvar og hvet ykkur til sem ekki hafi gert það að gera það. Það alveg ótrúlegt að sjá dugnaðinn í þessu fólki, hvort sem það í Reykjanesvöldin eða Litlaskólanum eða í akademíunni. Skiptir ekki máli, það alls staðar einhver gleði og dugnaður í fólki. Síðan verkefni hófst, það var skipaður vinnuhópur sem sér endurbyggingu Myllubakaskóla og það hefur gengið framar vonum. Það eru frábæri starfsmenn sem sjá það, annars vegar starfsmaður okkar Tryggvi á umhverfissviðinu og síðan verkefnastjóri Hans Gissurason. Saman hafa stýrt þess að miklu dugnaði og gengið framúrskarandi og 21. febrúar var flutt inn í skólan aftur og fjarlæga alla miklu og ég fór þangað niður í byrjun síðustu viku og gleðin sem skein úr bæði augum kennara og nemenda að vera komin heim eins og það sögðu og var virkilega gaman að sjá og en við erum náttúrulega bara rétt að byrja en á sama tíma þá skólinn 70 ára gamall og við óskum Myllubakaskóla til hamingju með það. Það var skrítið að vera að fagna tíma en að helmingurinn liðin einhvers staðar annars staðar. En svona þetta. En aðeins til að gefa ykkur smá innsýn í hvað að gerast, hvernig þetta að gera, það kannski það að það auðvitað verið að endurbyggja skólan og reyna að búa til einhverja tímalínu til að sjá hvernig ferilli verður hjá okkur og sækja það fjármagn sem til þar til bæjarstjórnar. Og næsta skref núna að það verður boðið út dreninn í kringu skólan, það að grafa frá öllum skólunum og laga vegginn þar, setja dren svokallað og pípurlögn og hvað veit ég nú ekki iðnaðarmaður
þetta þarf að bjóða út og sennilega þrenna vegu og sama tíma og bjóða út endurbygging á öllum þökum skólans. Það er að rífa þökin og lagfæra þau. Það er mikla í þökunum og það þarf að laga það. Hvort að þökin verða tekin af beinleinis áttur að koma í ljós en þetta sennilega verða ákvörðunum þetta tekin núna á næstu 2 vikum, eitthvað svoleiðis, 2-3 vikum. Það er að vera að bíða eftir teikningum af þessu og útboðslýsingum þannig hægt sé að fara í stað. Þannig að vonandi verður þessi 2 verk, dren og þökin á skólanum endurbyggð fyrir haustið og leið og það er búið að þá er stefnt að því að hefja lagfæringar innandyra í þessum álmum sem það geti tekið af og það mun sennilega taka eftir því hvað verður gert mikið, ég ætla nú ekki að fullera neitt, 6-8 mánuði. Arkitektúrstofa er þegar byrjuð að hanna og vinna með skólunum og skólastjórnendum og það á að leggja til nokkra rýnihópa. Þannig að en ég er svona kannski aðeins að hlaupa undan mér með því að segja þetta en það er verið að reyna að gera þetta eins markvisst og gott til framtíðan eins og hægt er. Allar þessar ákvarðanir eru auðvitað ekki komnar inn til bæjarstjórnar en leið og fyrir líkur til að þá komum við með þetta inn í bæjarstjórn. Mér langaði svona aðeins að segja ykkur bara frá hvernig vinnan hefur gengið og það er stefnt að því að íþróttahúsið verði nothæft í haust. Nú það er eins og við vitum og búið að samþykkja að kaupa 3 nýjar kennslustofur sem sett að verða fyrir framan skólan. Þannig að flestir nemendur skólans verða í námi í sjálfum skólanum og viðbyggingum frá næsta hausti en elstu bekkirnir verða sennilega áfram í Íþróttaakademíunni. Þetta er mjög stórt og mikið verkefni og ég vona að okkur takist að standa vel í þessu og standa saman að gera þetta vel. Kennarar og foreldrar og ekki síst nemendur eiga það skilið að við stöndum vel í baki á í svona erfið og stóru verkefni. Takk fyrir. Fyrirgefi. Það var Halldóra Fríða Þórhallsdóttir Kjörsvel. Virðulega forseti og aðrir viðstaddir. Mér langar aðeins að koma inn á 8. mál sem eru leikskólamál í Innri-Njarðvík. En það eru ýmsar áskoranir sem koma upp þegar sveitarfélög eru í svona örum vexti eins og við vitum að við erum í hér. Og nú leggjast allir á eitt við að finna heppilega lausnir á þessum áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, meðal annars í þessari umræðu leikskólamál, hvort sem það er í Innri-Njarðvík eða í öðrum hverfum í sveitarfélaginu. Mér langar aðeins að vekja athygli á því eins og kom fram í fundagerðum umhverfis- og skipulagsráðs sem við tókum fyrir á undan og hefur verið nefnt af bæjarfulltrúum áður að það bárust 600 umsóknir í 25 lóðir fyrir 175 íbúðir í þessari fyrstu úthlutun í Dalskörfi 3 sem er bara mjög ánægjulegt og við sjáum þar með að það er enn mikil aðsókn í uppbyggingu í sveitarfélaginu og við munum að öllum líkindum halda áfram að vera vaxtarsvæði hér í mörg ár. Á sama tíma þá langar mig líka að fagna því að lóði fjölbýlishúsana hafi verið boðnar út því við sjáum að með því þá gefst okkur tækifæri til að fjármagna einhverju leyti mikilvæga uppbyggingu innviða inn í þessum hverfum og ég vona að við munum halda þessu áfram. Og í því samhengi þá höfum við bæði rætt hér sem á öðrum fundum og lærum núna líka af reynslunni að það er mikilvægt að byggja upp þessa þjónustu, leik- og grunnskóla samhliða því að við byggjum upp þessi nýju hverfi. Þannig getum við komið í veg fyrir áskoranir í þessum efnum. Mér finnst mikilvægt að það komi líka fram hér af því að nú er bara mikil umræði samfélaginu líka að nú vinnum við hörðum höndum að því að bæta úr stöðunni og nú hefjum við ákveðin sóknarleik. Og það er ýmislegt í burðarliðnum og það kom
til dæmis fram bara í opnum, ég vona ég með vísa hérna í skrif bæjarstjórans á opinni Facebook síðu, þar sem farið yfir mál í vinnutengd mál, að nú horfum við til þess að byggja 3 nýja leikskóla á næstunni, í Hlíðahverfi, Dalshverfi 3 og við Stapaskóla. Og hver þessara leikskóla mun rúma 120 börn og við miðum við að þau komist þá inn frá 12 mánaða aldri, sem auðvitað okkar lokamarkmið. Það það sem við viljum gera. Það auðvitað einlæg von mín að þessar áætlanir muni allar ganga upp og til að taka allan vafa af þá fá öll börn sem eru fædd árið 2020 leikskólapláss á þessu ári, þó að það verði ekki fyrr en í haust. En þetta staðfestir leikskólafulltrúi í hérna viðtali og ég veit að leikskólastjórar vinna nú hörðum höndum að því að bjóða börnum pláss í sínum leikskólum. Bara í ljósi umræðina samt sem í samfélaginu, þá langar mig líka að koma einu sjónarmiði fram sem mikilli skólamannesku. Við getum byggt skólahúsnæði út í hið óendanlega. En ef við höfum ekki fagfólk til að manna þær stöður sem við höfum nú þegar, þá getum við ekki reikna með að geta ráði réttindafólk í þær stöður sem mun þurfa að ráða í þegar við erum búin að ljúka þessari heilmiklu uppbyggingu. En með því ég alls ekki að segja að við eigum ekki að byggja upp leik- og grunnskólar, langt í frá. Ég tel einungis sem fagmanneskja í skólasamfélaginu okkar og þar sem ég legg líka mikið upp úr því að læra af reynslunni, að við þurfum á sama tíma og við vöxum og byggjum upp ný hverfi, að byggja upp fagfólk til að sinna þessum mikilvægu störfum, öllum þeim sem við þurfum hérna á svæði með við bara íbúafjölgun. Ekki einungis í menntamálum, við þurfum fagfólk í önnur störf líka sjálfsögðu, en hér erum við að tala sérstaklega þennan hóp. Við höfum stutt við nemendur sem eru í fagnámi innan skólana og við ætlum okkur, eftir því sem ég best veit, að halda því áfram. En ég velti fyrir mig hvort við ættum samhliða þessu öllu að undirbúa jarðveginn, kannski á þann hátt að þeir sem hafa áhuga á að mennta sig í kennslufræðum geti gert það hér í heimabyggð. Við erum komið með vísi að því hjá Keili og ég fór nú sjálf í gegnum kennaranám hérna frá Háskólanum á Akureyri í gegnum miðstöð símenntunar á Suðurnesjum fyrir nokkuð mörgum árum. En ég held að við ættum öll að sameinast að hefja þessa vegferð af alvöru. Af því að betur má ef duga skal. En ég held að með því að ráðast á þessar áskoranir úr öllum áttum þá náum við árangri. Og það er það sem við viljum, árangur. Það er mun árangursríkara að leita lausna og vinna úrbótum þegar uppkoma áskoranir en að velta sér upp á þeim og reyna að finna eitthvað sökudólg. Það hefur ekkert upp á sig og tefur fyrir framförum. Við megum líka taka til okkar orð hér úr einni ársskýrslunni sem samþykkt var hér í fundargerum bæjarráðs fyrir á þessum fundi. Þar sem sést hvað lausna með og jákvætt viðhorf starfsfólks okkar náði yfirhöndinni í vinnu í gegnum COVID-tímabilið. En þar segir, með leyfi forseta, við erum í dag mun hæfari til þess að takast á við utanaðkomandi ógnanir sem breyta starfsvenjum, menningu, samskiptum og samtali. Þróun þessi ýtir undir meiri samstöðu þar sem jákvætt viðhorf og mikil elja jók samvinnu og stuðning og kom okkur í gegnum erfiða tíma. Ég hef fulla trú á að við getum tekið höndum saman og haldi áfram að styðja við framúrskarandi skólastarf á öllum skólastigum og þessum báðum sem við höldum utanum. En það er eitt af flaggskipum okkar og kom bersýnilega í ljós í könnun meðal íbúa í samfélagsgreiningunni að mikið traust ríkir til skólan okkar. Og það er einnig okkar hlutverk að styðja við það að svo verði áfram. Takk fyrir þetta, Margrét Sandnes. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Varðandi leikskólamálin og dagmæður og fleira, tengt
þá hafði ég hugsað mér að ræða það ekki núna af því að við höfum kallað eftir upplýsingum og bæjaráð á 50. verið farið nánar í stöðuna og ítarlega. En ég verð að segja við bæjarfulltrúa Framsóknar, eða varabæjarfulltrúa Halldóru, mjög góð ræða hjá þér, virkilega góð og ég tek heilsugar undir. En við skulum athuga það að við erum ekki saman hérna, við erum með meirihluta og minnihluta og meirihlutin myndar stefnu. Meirihlutin forgangsraðar, meirihlutin eins og meirihlutin hefur sagt, við ráðum þessu. Og það búið að segja það oftar en einu sinni hér í ræðustól. Þannig að þið verðið að bera ábyrgð á þessu og þá megið þið segja að sjálfsögðu hvað hafið þið komið með. Og þá langar mig til þess að benda á bákanir frá okkur og ein mjög ítaleg 15. júní. Þannig að bæjarstjórinn til dæmis nefnir einmitt og mjög flott hjá honum, flottur pistill af því að bæjarfulltrúi Halldóra nefndi varðandi pistil bæjarstjórans, einstaklega góður pistill og þetta eru fínir pistlar hjá bæjarstjóra, er með upplýsingar og fleira, en það sem við hjökum eftir og sáum er að þegar talað leikskóla að það er hort til þess að byggja 3 nýja leikskóla á næstunni. Það er verið að horfa til þess og við verðum bara átt okkur á því að þessi stóru byggðir sem hafa verið að byggjast upp eins og Innra-hverfið, að þar náttúrulega gríðarlegu fjöldi af börnum og þá er sagt, já þetta eru óvanlega stórir árgangar. Jú, og við skulum vera sanngjörn. Þegar maður gagnrýnir þá þýðir ekki að gaspra og garga, það þarf að vera með staðreyndir. Það er stór árgangur 2020. En rifjum upp tölurnar sem við fengum í bæjaráð, þar var talað 74 umsóknir í innri Njarðvík vegna barna sem eru fædd 2020. 17 pláss laus. Eftir stendur 57 pláss vantar í Innra-hverfi. Þetta kom fram í erindi í bréfi sem var sendt til okkar 18. janúar og var tekið fyrir 20. janúar. Og það var ekki þotnað blekið einu sinni af fjárhagsáætlun. Og margir, bæði meirihluta og minnihluta, sögðu jú, þetta kemur auðvitað óvart þetta sé svona svakalegt. En við vissum auðvitað að við værum ekki með nægilegt af leikskólaplássum. Þetta er spurning um forgangsröðun og þetta er spurning um stefnumótun. Og þegar að góði hluti gerast, þá hafa menn sjaldnast í ræðustóli, en ég hef verið á fundum þar sem að bæjarfulltrúar hér í meirihluta eru að tala um að þeir hafi gert þetta og hitt hjá bænum, að minnihlutin er bara ekki með, við erum í meirihluta, við komum þessu í gegn, við gerðum þetta. Þið verður þá líka að taka því að þetta gekk ekki eftir hjá okkur. Og ég held að ég og Halldóra Fríða, bæjarfulltrúi eða varabæjarfulltrúi Framsóknar, við erum algjörlega á sömu braut. Af því að þú komst líka á frábæran hlut sem er mönnunin. Þetta nám hjá Keili, að það er frábær hugmynd, mjög góð hugmynd, en því miður, og ég ætla nú ekki að fara að kenna meirihlutanum það líka, en við getum örugglega samt haft einhver áhrif, en því miður hefur ekki verið nægilegur kraftur í þessu. Þarna þurfum við kannski að styðja betur við. Og við eigum að setja þetta í forgang, helst í gær, og við erum tilbúin í samstarf með þetta. Við erum komið með hugmyndir, það þarf miklu meira til, heldur en hugmyndir að horft til. Við verðum að gera eitthvað strax. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Ég vil bara ítreka að formið er þannig að við erum í punktu að ræða við forseta ekki bæjarfulltrúa sín á milli. Bara svo við reynum að halda okkur við formið.
Varðandi þessi leikskólamál og skólamál yfirleitt, þá þetta er bara, sko, skólinn er lögformlegur og við þurfum að sinna grunnskólanum. Það er bara okkar hlutverk. En sveitafélagi sjálfur sér ber ekki skylda til þess að veita barni leikskólapláss þegar það er 1 árs. Ekki frekar en að ríki getur sagt að við ætlum bara að hafa fæðingarorlof og getur barnið 1 árs. Og svo að henda boltanum alltaf á sveitafélagi. Þannig að það þarf að eiga sér að staði eitthvað samtal það með hvaða hætti svona úrræði eiga að vera til staðar. Það er margir að hugsa þetta sé úrræði fyrir atvinnulífið, að búa til úrræði fyrir atvinnulífið þannig að fólk getur komast í vinnu og þess vegna verði að finna pláss fyrir börn. Já, en hver á að borga fyrir það? Hver á að borga fyrir það? Það liggur bara ekkert fyrir hver eigi að borga fyrir það. Er það sveitafélagið, er það atvinnulífið eða er það ríkið? Við erum vissulega að borga stærstan hluta af rekstri í leikskóla í dag og það er bara fyrirliggjandi eins og bæjarfulltrúi Margrét benti hér á, mikil þörf. Hún liggur fyrir. Og áætlanir eru til dæmis að byggja nýjan leikskóla við Stapaskólan okkar. Það er síðasti áfanginn sem á að byggjast þar. Það var til umræðu hér í bæjarráði nýverið hugmyndir nýjan leikskóla í Dalsgötu 3 sem á að byggja þá með hraði. Þannig að það er verið að skoða möguleikana. Það er verið að panta lausar færanlega kennslustofur til þess að bjarga svona bráða vanda. Þannig það er ekki hægt að segja annað en að það sé verið að velta þessum hlutum fyrir sér. En leið og við verðum bara átt okkur á því að leið og við erum búin að ákveða það að fara í fjárfestinguna, þá erum við líka búið til rekstur til eilíðar. Ekki bara, við ætlum bara að reisa hús og svo rekur það sér sjálft. Það er bara ekki þannig. Það er verið að búa til rekstur til framtíðar sem kostar peninga. Og það þurfa allir að vera meðvitaðir um það. Og kannski væri bara gott fyrir okkur að óskirti því við fræðstjóra að hann myndi taka saman einhvers konar yfirlit yfir það hvað það myndi kosta ef við myndum breyta því að hleypa börnum inn, sko ekki 2 ára heldur 1 árs. Við tækjum inn 1 ár í viðbót. Hvað myndi það kosta sveitafélagi? Það er kannski erfitt að finna nákvæma tölu vegna þess að erum við að borga réttakennurum eða erum við að borga leiðbeinendum, hverjir vinna þarna. Við gerum okkur ekki alveg grein fyrir sko, hvernig á að lenda þessum kjarasamningum sem eru núna lausir. Þannig að það er kannski ekki að hafa nákvæma tölu, en það er ágætt fyrir okkur að hafa einhver leiðaljós út í hvað við erum að fara. Þannig að við lendum ekki bara í einhverju feni, bara úps, þetta kostar svo mikið. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur samhliða því að við erum að horfa til þess, jú vissulega viljum við gera og bæta þjónustu sveitafélagsins. En það eru bara til takmarkaðir peningar. Það eru bara til takmarkaðir peningar. Þannig að, og auðvitað snýst þetta forgangsröðun, það gerir það, vissulega, en við erum með stóran hluta af okkar fjármunum fasta í lögbundum verkefnum og vaxtagreiðslum. Laun eru farin að vigta, það sé ekki í kringum 54%, 55% af heildarinkomu sveitafélagsins. Þannig að bara laun. Þannig að það er heljarinnar rekstur eftir þegar búið að borga launin. Við þurfum að fjárfesta, við þurfum að eiga fyrir afskriftum, við þurfum að eiga fyrir lífeyrisskuldbindingum og það er það sem er að gerast núna. Við þurfum að fá okkur stóran skell, væntanlega út af því að ríkið ákvað það að endurmeta skuldbindingar sveitafélaga, hvað var það lífeyrisgreiðslur og fékk þessa örfáu tryggingastarfræðinga í að meta það. Ég gerir ráð fyrir því að við séum núna að fá okkur skell upp á nokkur 100 milljónir vegna þessara endurreikninga. Byggðasamlögin held ég eigi að fara inn í ársreikningin sem hefur ekki verið. Þannig að ársreikningurinn getur auðvitað bara orðið
allt annar heldur en við áttum von á, bara vegna svona hluta. Þannig bara eru stóri hlutir, við komumst ekki hjá því að borga þessa lífeyrisskuldbindingar, vegna þess að lífeyriskerfið okkar var bara mjög sérstætt á þessum tíma. Og ef við erum að fara að eyða 700-800 milljónum á ári í lífeyrisskuldbindingar, þá sjáum við bara hver staðan er. Þetta er bara mjög snúið og erfitt. En þetta er verkefni nýrar sveitarstjórnar að takast á við. En þetta er, ég held að við getum öll saminast þetta. Okkur langar að gera meira, við viljum byggja nýtt fimleikahús, við viljum byggja nýtt bókasafn, það er verið að byggja ný íþróttahús. Hvað á að vera nummer 1 og hvað á að vera nummer 2 og hvað á að vera nummer 3? Út af það gengur þetta. Og svo er bara peningurinn búinn og ekki meira til. Og þá var það bara að bíða. Þannig að þetta verður viðfangsefnið, eilíft viðfangsefni að halda þessu sveitafélagi gangandi og það býður nýrar sveitarstjórnar að takast á við það. En ég sé ekki að Friðjón Einarsson gerir svo vel. Takk forseti, Vákvæði Bæjarfulltrúar, þetta er fín umræða. Ég held að þetta sé gott að taka þessu umræðu leikskólana og þetta er ekki einfalt mál og tekið til því að nú fara fram prófkjör og uppstillingar fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor og maður hefur séð það undanfarið í greinum sem frambjóðendur hafa verið að skrifa að allir ætla að styrkja íþróttahreyfinguna og ekki síst að reisa ungbarnaleikskóla og færa aldurinn langt niður. En vegna þessar umræði þá vil ég nefna það að í byrjun þessa kjörtímabils þá var stefnan sú að reyna að ná 18 mánuðum fyrir öll börn í leikskólum Reykjanesbæjar. Það tókst að hluta en ekki öllu leyti, því miður. Fjölgun var mjög mikil og við erum að, eins og við vitum, að setja umtalsverða peninga í grunnskóla og íþróttamannvirki og svo aftur núna í Myllubakaskóla sem gerir það verkum að hendur okkar aðeins bundnar. Þannig að þetta hefur ekki alveg tekið eins vel og eins fljótt eins og við kannski vorum að vonast til. En mér finnst nauðsynlegt að komi fram að við munum stækka Holt í sumar 38 pláss. Í undirbúningi er leikskóli í Hlíðahverfi sem vonandi verður ljóst fljótlega hvernig farið verður með. Það eru 120 pláss. Stapaskóli, leikskólinn þar er á lokametrónum í teikningum þannig að hann verður fljótlega boðinn út og það eru 120 pláss. Og síðan er Dalshverfi 3 og það er umræða hvort að hægt sé að flýta fyrir þar. Þetta eru alls 315 ný leikskólapláss sem fyrirhugað er að taka í notkun á næstu mánuðum og vonandi fljótlega á næsta ári. En það er alveg rétt sem forseti hefur sagt að byggja leikskóla er kannski einfalt en að rekan er dálítið stórt mál. Ég held að tölurnar séu réttar þar sem við erum að bærinn borgar 80% af rekstri leikskóla. 80%. Og það sem gert var vegna þessa frá og með 1. janúar síðastliðinn þurfa foreldrar ekki að greiða borga foreldrar sama gjald og það kostar að hafa barn í leikskóla ef barn er hjá dagmóður eftir 18 mánaða aldur. Sem gerir sparnað fyrir foreldra 40.000 þá þessa 2-3 mánuði sem meðan barnið er ekki komið inn á leikskóla. Og auðvitað hefur það greiðlega mikið að segja fyrir börn. Okkur vantar fleiri dagmæður. Af því að þetta eru 2 ólíkir markaður og við þyrftum að hafa fleiri dagmæður. Dagforeldra. Fyrst afsökunar, dagforeldra. Við þyrftum að hafa það. Og það væri óskandi að hægt var að hvetja fólk til að fara þá leið að fleiri myndu koma inn í það starf hjá okkur. En það er líka í fyrsta skipti hjá Reykjanesbæ höfum við náð samkomulagi við þessa starfsstétt sem er sjálfstæð eru verktakar og það hefur verið gerð þróunarsamninga við þessa stétt sem hjálpar mikið og auðveldar okkur aðeins að halda utan um þetta og að vinna saman
með yngri börn. En þetta er risamál og að því að kosningar eru nánd og þá fara allir að lofa einhverju skemmtilegu, þá er það mjög mikilvægt að þeir sem ætla að lofa því að fara að hvernig leikskólarnir eiga að vera og hvað við ætlum að taka á ung börn, að þau segi líka leið hvar fjármagn eiga að koma. Þess að það er engin leið fyrir okkur að tala svona óábyrgt hvað maður ætlar að gera eða það er ekki eitthvað grundvöldur á bakvið það og þetta á auðvitað við okkur öll. Ég vil bara minna það, en það er ljóst að það munu hérna rísa á næstunni allavega 2-3 nýju leikskólar, þannig að það er ljóst. Takk. Úlfar Geirsvæl. Takk fyrir, vilju forseti, fulltrúar og aðri gestir. Vissilega við skulum ekki laska það sem hefur búið að gera vel og sérstaklega ná þessu samning við dagforeldra hefur verið vissilega mikil búrbót fyrir foreldra. En vilju forseti, lögbundið þjónusta, nei, leikskólar eru ekki lögbundið þjónusta, en við skulum horfa í það og við skulum bara tala hreint út. Þetta snýst þjónustustig. Þetta snýst líka það að fólk vill búa í Reykjanesbæ. Það er ekki farið í Grindavík eða Sandgerði eða Garð. Það vill búa í Reykjanesbæ. Vill vinna í Reykjanesbæ. Það er með börn í Reykjanesbæ. Og til þess þarf leikskóla, vissulega. Og við erum ekki að tala það, virðulegi forseti, var komið inn á það að það var við að bjarga einhverjum bráðarvanda, eins og virðulegi forseti kom inn á. Bráðarvanda. Þetta er engin bráðarvandi, virðulegi forseti. Þetta er búið að vera vandi til fjölda ára. Í það minnsta frá 2018. Við vissum þetta þá og við vissum að við vorum að byggja upp hverfi. Og það er alltaf verið að tala hvað er á fjármagn að koma. Ég skil þig. Ég skil það alveg og það er talað um starfsfólki líka. Ég skil það líka. En við verðum að líka að horfa í það. Ef við getum ekki veitt þetta þjónustustig, þá viljum við ekkert vera hérna í bænum. Þá vill fólk fara. Við erum að sjá hér fólk sem getur ekki komast á vinnumarkað. Og einmitt út af því það er það að vera heima með barninu sínu. Og svo heppilegt vil til að annað foreldri vinnur úti. Þetta er ekki bráðavandi, virðulegi forseti. Þetta sást hér 2021. Þetta 2019 að mig minnir var skipuð hér nefnd vandi að reyna að uppfylla eitthvað kosningalofur ungbarnaleikskóla sem síðan var svo aldrei. Það var skoðað, það kann eitthvað kosti og það dagaði síðan upp að það tali ekki vera tímabært. Svo viljum við forseti telst að vera tímabært núna. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir þetta. Ég hef ekki talað að ég vil ekki veita þessu þjónustu. Rétt eins og íþróttarstarfsemi er ekki í lögbundin þjónusta, þá er hún nauðsynleg hverju sveitafélagi. Menningarstarfsemi er heldur ekki nauðsynleg, ekki lögbundin þjónusta, en hún er samt nauðsynleg. Þetta er allt nauðsynlegt. Þetta er hluti af þeirri samfélagsgerð sem við viljum að setja í staðar. En við þurfum með einhverjum hætti að koma öllu að. Það er viðfangsefni okkar. Og það er búið að gera helling, það komið leikskóli upp í Ásbrú, það komið leikskóli inn í Njarðvík, það eru færilega kennslustofur víða, og það er búið að panta nýjar af því að eins og bæjarfulltrúi Margrét Sandnes nefndi hér, þá vantar aðstöðu fyrir 50 auka börn á þessum tímamóti. Og til þess er verið að panta þessar
færanlegu kennslustofu til þess að bjarga því þar til að önnur úrræði finnast. Ég hef aldrei lagt það til að yrði gerður ungbarnaleikskóli. Það hefur ekki dagað upp hjá mér. Aftur á móti fór það erindi inn í fræðsluráðið og niðurstaða okkar starfsmanna var svo, það væri betra að búa til ungbarnadeildir inn í leikskólanum sjálfum heldur en sérstakann ungbarnaleikskóla. Og við, allavega í þessum meirihluta, við hlustum á okkar fólk. Niðurstaðan var svo að fara ekki í að búa til ungbarnaleikskóla heldur að reyna að lækka aldurinn af hverju leikskóla fyrir sig. Þess vegna var farið í úr 24 mánuðum í 18. Þess vegna, það var niðurstaðan. Hvar þetta endar, veit ég ekki, kannski í 12 mánuðum, ég veit það ekki. En það hefur verið brugðist við eins og kostur hefur verið á hverjum tíma fyrir sig. Þannig hefur það bara verið. Bæjarstjóri Gerðsvæl. Takk fyrir þetta. Þá sýnist mér það sé ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls undir fundargerð fræðsluráðs frá 18. febrúar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0, þá er komið að fundargerð íþrótt- og tónlistarráðs frá 24. febrúar. Gunni Birna Guðjónsdóttir Gerðsvæl. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Mér langar að koma eins upp undir fundargerð íþrótt- og tómstundaráðs sem haldin var 24. febrúar síðastliðinn og mér langar að hrósa ungmennaþingin okkar sem að haldið var í Reykjanesbæ og Hjörtur Magni Sigurðsson verkefnastjóri í Barnavernd Sveitarfélagi kynnti niðurstöðuna fyrir fundin eða fyrir íþrótta- og tómstundaráð. Ég vil hvetja ykkur öll og að kynna ykkur þessar niðurstöður. Það eru mjög greinagóðar og flottar og vil ég þakka ungmennaráði sérstaklega fyrir að þessi viðburður var haldinn og að þessi viðhorf komið fram út af því að þetta er svo mikilvægt fyrir okkur bæjarfulltrúa sem eru kannski komin á miðjan aldur og yfir að fá sýn þessa hóps til okkar hvað þeim finnst sitt sveitarfélag og hvað má betur fara og hvað er vel gert. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að þetta sé í gangi hjá okkur. Nú varðandi forvarnarstjóra Reykjanesbæjar þá sé ég að Heiðarskóli og unglingaráð körfuknattdeildar UMFN er að sækja í forvarnarsjóð bæði skaðsemi fíkniefna og þjálfun og hugrænni færni. Mér finnst bara frábært að þau eru að sækja í þetta en ég hefði viljað sjá bara að fræðsla skaðsemi fíkniefna færi fram í öllum skólanum okkar. Burtséð frá því hvort að sér skóli eða sér foreldrafélag myndi sækja að þetta væri bara valið yfir alla skólan okkar og ætti að vera árlega að mínu mati. Þannig að það er kannski eitthvað sem við getum skoðað sérstaklega. Því þetta er vissulega fræðsla sem að heima allstaðar, ekki bara í þeim sérstöku skólum sem að óska eftir því að þetta sé fyrir alla skóla. Þannig að bara koma því á framfæri og við getum skoðað það nánar. Takk. Takk fyrir þetta. Anna Sigríður Gerðsvæl. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Langar að koma undan nokkur mál í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Eins og bæjarfulltrúi Guðni kom inn á varðandi ungmennaþing í Reykjanesbæ. Ég ætla bara aðeins að nefna það. Ég hef áður sagt að ungmennaráð hefur komið með mörg áhugaverð og bara góðar ábendingar fyrir okkur bæjarfulltrúa hvað mætti betur fara. Síðast þegar þau komið í heimsókn til okkar, þau koma til okkar 2 ári, þá man ég eftir ungri stúlku sem kvartaði undan bókaskorti í bókasafninu okkar. Þannig að þetta mála áðan á dagskrá
á fræðslu, ég fundi ekki fræðslurás, það má bara flétta það sama við ungmennaráð, þar sem að ungmenninu sjálfa óskettir fleiri bókum, en að ég vil bara nefna það þegar ég var að lýsa ánægju minni yfir verkefnið áðan. En svo varandi annað númer 6, námskeið fyrir börn með mismunandi stuðningsþarfir. Þetta var frábært verkefni og Keflavík og Njarðvík saman og ég vil bara óska hann til hamingju með grasrótarverðlaun KSÍ. Mjög flott og gaman að sjá hvernig íþróttafélagin í bænum vinna saman. Virkilega til fyrirmyndar hjá þeim. Svo í lokin þá mál númer 8, starfsáætlun fræðslusviðs. Hún var einnig í fundargerð fræðsluráðs áðan og ég var einmitt að fagna verkefnum þar sem að snúa að fagmennsku fyrir starfsmenn og í nokkur ár hefur Reykjanesbær verið með menntamál og íþróttamál saman undir sama hatti og ég myndi vilja sjá svona flott verkefni sem tengjast bara beint íþróttum, alveg svo gert tengt menntamálum. Það bara tímaáætlun, það aðgerðaáætlun, bara hver ber ábyrgðina, hvenær hefst verkefnið og hvenær lýkur. Við erum með ótal íþróttagreinar í Reykjanesbæ. Ég hef örugglega komið upp áður og fagna því þegar fleiri íþróttagreinar bætast við. En ég held að þetta sé allt úr sömu kökunni. Leið og ég fer upp pontu, fagna því að eitthvað bátafélag sé að fara að hefja starfsemi í sumar með einhverja smábáta eða pílufélag sé að byrja eða skotveiði félagi nýja einhver staðar eða eitthvað, bara einhver ný grein. Þá kannski áttar maður sig ekki alveg á því að við erum með bara ótal greinar í boði í bænum. Við fögnum því og við viljum kalla okkur íþróttabæ, við erum íþróttabæ og við erum íþrótti fyrir alla. Þá viljum við alltaf fá fleiri greinar, en það ekki víst að fjármagn fylgi. Þú veist, við bara hugsum fullt af greinum og svo tölum við ætlum að styrkja íþróttir. Ég held að við ættum kannski frekar að fókusa á að tala frekar að í staðið fyrir að styrkja íþróttirnar, þá þetta ákveðið þjónustuframlag sem bærinn á að sýna eða veita íþróttum og við þurfum að fara að huga því að það ekki allar íþróttagreinar sem geta í rauninni rekið sitt félag á stórmótum, á áhorfendafjölda. Það eru greinarinn í bænum sem hafa bara ekki, íþróttagreinar sem hafa ekki húsnæði til þess að halda mót. Þannig að það misjafnt eftir íþróttagreinum hvernig reksturinn og það einmitt nýbúnir núna síðustu viku, allir aðalfundir og reksturinn kom misjafnlega út og það kannski ekki hægt að bera það saman við árinu undan þar sem að við höfum verið að fá ákveðna COVID-styrki og fleira, en það kemur kannski betur í ljós á næsta ári hvernig gengur að reka deildirnar og vonandi getum við fara að sjá fleiri stórmót eins og kom fram í síðasta lið þar sem að verið að tala Visit Reykjanesbær, þannig að flotta vef, að þá talið að nettómótið ráðgert fari fram 9. til 10. apríl. Vona ég svo sannarlega til að sjá að það muni verða veruleika. Takk. Takk fyrir þetta, Anna. Það hafa ekki fleiri hvats við ljósum til þessu lið. Friðjón Einarsson gerir selv. Forseti, mér langar aðeins að koma inn á það sem Anna Sigríður bæjarfulltrúi nefndi áðan, það aðalfundir íþróttafélaga. Það þannig að samþykktum var breytt hjá íþróttafélagunum fyrir nokkrum árum síðan, þar sem heimildin var breytt hvað var auglýsingar aðalfunda. Nú voru þessir aðalfundir fyrst og fremst boðaðir á vefsíðum félagana, ekki lengur auglýst í dagblöðum eða héraðsblöðum eins og var áður, þannig að þetta fer náttúrulega fram hjá fólki. En ég ætla aftur að ræða það sem menn ætla að gera á nýju kjörtímabili, margir skrifa að styrkja íþróttahreyfinguna, að það veit ekki af því að bæta í þar og mér langar að segja nokkur orð það. Síðustu 2 ár það hefur aldrei farið svo mikið fjármagn til íþróttahreyfingarinnar undanfarin 2 ár í sögu Reykjanesbæjar og sem gott og
rekstrarstyrkir sem gerðar voru á sínu tíma fyrir 2 árum hafa gengið ótrúlega vel og nú eru íþróttafulltrúar starfandi í báðum stóru félagunum vegna þessara styrkja. En þessi vakti athygli mína á þessum fundum sem ég hef farið á, ég reyna að fara á flesta aðalfundina, ég veit að þetta er tímafrekt og það geti ekki allir farið á þetta, en það vakti ónættilega athygli mína að í gærkvöldi voru 2 fundir og bæjarfulltrúar því miður létu sig vanta. Til þess að maður átti sig á almennilega hvernig félögin standa og hvernig þau starfa er mjög brýnt að þeir sem ætla að vera í stjórnmálum í Reykjanesbæ mæti á þessa fundi, fái þau gögn sem þar liggja fyrir og skilja hvernig reksturinn er og hvernig hann gengur og hvaðan stuðningurinn kemur. Og að þessu tilefni þá ákvað ég að rýna í nokkra gamla reikninga hjá nokkrum félögum vítt og breitt um landið og þá kemur þar í ljós að samfélagið í Reykjanesbæ styrkir íþróttahreyfinguna mun minna heldur en flest önnur samfélag á Íslandi. Það koma stærri hluta styrkja koma frá fyrirtækjum og einstaklingum annar staðar heldur en í Reykjanesbæ. Ótrúlega stór hlutir ekstraðins hjá íþróttafélagunum eru frá Reykjanesbæ. Á þessu ári lætur nærri að þessar tölur séu á 1200 milljónir sem fara í íþróttahreyfinguna. Í Grindavík er þetta rúmlega 200 milljónir. Þetta eru risa peningar sem við erum að láta í íþróttahreyfinguna. Þegar við förum í kosningar og tölum það að við ætlum að gera mikið betur og styðja íþróttahreyfinguna, þá finnst mér enn og aftur að menn þurfi aðeins að fylgjast með, mæta á þessa fundi, tala við hreyfinguna og sjá hvernig þetta er. Þarna eru allir reikningar lagðir fram, skýrslur stjórna og til að mynda á aðalfundi Keflavíkur þá voru 7 starfsmenn aðalega sem tengdust Reykjanesbæ á fundinum. Hinir voru væntanlegir stjórnarmenn. Það vantaði alla fulltrúa stjórnmálaflokka og sama gerist í gær hjá Njarðvík, þar mættu 2 bæjarfulltrúar og þetta er yfirleitt alltaf sama fólki sem kemur. Ég gæti krótað þetta niður og sagt hver hafa gert þetta allt kjörtímabilið. Þetta er alltaf sama fólki sem mætir. En það er ekki endilega þetta fólk sem talar hátt það að við þurfum að styrka íþróttahreyfinguna og gera og lofa hinn og þessu. Þannig að það er ódýrt oft að koma hérna upp eða skrifa greinar hvað á að gera ef menn kynna sér ekki alveg málin. Og ég ætla bara að ítreka þetta. Ég veit að þetta mun aukast núna næstu 3 mánuðina fram á kosningum. Það sem forseti vor sagði hérna áðan að það er bara til ákveð mikið af peningum. Og við þurfum að skipta því á öll þessi verkefni. Og ef menn vilja gera okkur stóra breytingar á því, þá þurfa menn að taka peningar eftir annar staðar frá eða taka lán. Og það er bara allt annað mál og þá þarf á fólk að segja það. En það kemur á óvart, þannig ég ætla að hvetja ykkur ágætu bæjarfulltrúar. Framöndan eru aðalfundir hjá nokkrum deildum í Njarðvík. Ég vona að þið komið þangað og sjáið og hlustið á íþróttahreyfinguna, hvernig hún talar og hvað er að gerast, þess að þar er akkurat allar upplýsingarna sem við erum að leita eftir. Takk. Margrét Sanders Kjærsvöld. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Já, ég frétti einmitt af formaður bæjarráðs var á fundi hjá knattspyrnudeild Njarðvíkur sem að ég, Njarðvíkingur, vissi bara hreinlega ekki af. Ég hef ekki lesið nægilega vel vikufrétti, ég var örugglega að lesa meira greinarnar sem að Friðjón, formaður bæjarráðs, var að vitna í. En þar var einmitt talað að hann hefði verið að lofa ansi miklu. Þannig að það var nú gaman að hvort það sé upptaka af fundinum til, hvað var sagt á fundinum. Og varðandi aðalfund knattspyrnudeildar Keflavíkur, að þá var einmitt bæjarfulltrúi frá Sjálfstæðisflokknum en ég var því miður með COVID. En ég er sammála formanni bæjarráðs og forseti, ég er ekki að tala einslega við hann, ég er að tala almennt, að það er gott að mæta á þessu fundi og það er gott að hlusta en mikið svakalega fyrir taugarnar á forseta, formanni bæjarráðs, fyrir taugarnar á honum, þessar greinar sem frambjóndur væntanlega Sjálfstæðisflokksins, því að það er eina prókjur sem hefur verið, mikið svakalega hafa þessar greinar farið í taugarnar á honum.
Ég reyndar var held ég bara með freka sakleysagrein, þannig að ég veit hann er ekki að vitna til mín. En það er framtíðarsýn sem fólk hefur og það er gott. Það er gott að mann sé með framtíðarsýn, en ég veit ekki hvað menn er að tala þegar við erum að tala leikskóla, að það þarf ekki og við ætlum ekki að ganga til formanns bæjarráðs eða annara stjórnmálaflokka og segja þeim hvernig við ætlum að reikna út og hvernig reksturinn verður, eða hvernig við ætlum að forgangsraða, eða hvernig við teljum að fjármagninu sé úthlutað. Þetta eru við að sjálfsögðu að gera. Við erum búin að reikna í hörgul hvað kostar að fjölga leikskólaplássum og hvað kostar reksturinn. Og varðandi ungbarnaleikskóla, og afsakaði forseti að ég sé að blanda því að því ég er að tala almennt fjármál, að þá eru auðvitað hvort það eru ungsbarnadeild eða ungbarnaleikskóli eða hvort þetta séu íþróttamál eða hvað við erum að tala að sjálfsögðu þarf kostnaðar meðvitundin að vera í lagi. Það þarf tekjur til að standa undir þessu, fyrst og fremst, og svo er spurningu forgangsröðin. En ég held að bæjarfulltrúi Anna Sigríður hafi algjörlega hitt naglan á höfuðið þegar hún talaði þjónustu samninga við íþróttafélögin. Þetta er og ætti að verða nýja orðið, þjónustu samningar í staðinn fyrir styrktarsamninga. Þetta er þjónusta sem félögin og sjálfboðaliðar eru að veita til allra bæjarbúa. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Það hafa ekki Ríðan Einarsson Geirsvel. Forseti, með þetta aldrei athyglisvert að oddviti sjálfstæðismanna hér í bæjarstjórn kemur upp og segir það og þetta vini sínum að ég hafa lofað einhverju fögru á aðalfundi knattspyrnudeildar Njarðvíkur í gærkvöldi. Ég kannast nú ekki við að lofa einu þar. Aftur á móti hélt ég allar skammaræðu yfir hópnum vegna þess að ég taldi að það væri betra stjórn deildarinnar og framkvæmdastjóri aðalstjórnar boðuðu bæjarfulltrúa á þessa fundi í staðins að auglýsa það bara á heimasíðu, þannig að fólk vissi af þessu. Og eins og Margrét sagði hérna áðan að þá fór þetta fram hjá henni og ég held að það hafi bara verið gott og hef sagt þetta líka á fundi með knattspyrnudeild Keflavíkur að boða fulltrúa á þessu fundi, láta almennilega vita á þessu. Það var því miður ekki gert. En að ég hafi lofað einhverju fyrir hönd bæjarins, það er bara alrangt, þannig hún hefur haft, þetta hefur verið einhverju aðra fundi sem hún hefur verið. Það er bara þannig. Baldur Guðmundsson, Geirsvel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætlaði nú ekkert að koma og tjá mig þetta mál, en af því að ég er ekki í framboði og mætti ekki á þessa fundi, þá ætla ég að leyfa mér aðeins að tjá mig það af því að það eru einhverjir, hugsanlega 3 sem eru að horfa, sem eru að spá í að bjóða sig fram fyrir eitthvað flokkin eða eitthvað að það er ekkert skilyrði að þú mætir á umrædda fundi eins og formaður bæjarráðs var að skamma fólk fyrir að mæta ekki á til að hafa skoðun eða til að hafa sýn. Þú getur alveg skrifað marga hillumetra af greinum málefnin, hvort sem það er íþróttamáli eða annað, þó mætir ekki á þessa fundi. Þetta eru félagsfundir, þar sem er verið að fara yfir starfsemi félagsins, hvernig reksturinn gekk, hver er framtíðarsýnin og hvað sé nýja stjórn og hver ætla að vera með í þessu og svo framvegis. Það er ekkert endilega að vera að taka á málunum með pólitíkusum. Við getum átt þá fundi utan þessara aðalfunda. Við getum verið að funda bara til hliðar með stjórnum félagana eða þeirra sem hafa áhuga á íþróttamálum og við getum haft sýn á hlutina fram og tilbaka.
Það hafi ekki allir bæjarfulltrúar komist á allar opnanir hjá dúshúsum eða hjá listasafninu. Ég hef reynt að vera mjög duglegur við að mæta henni. Ég hef stundu skrópað. Ég er ekki að skammast mér fyrir það. Ég ætla að halda áfram að hafa skoðun á hvernig menningarlíf ég vil hafa hérna í bænum. Og getur vel við að maður skrifa einhvern tíðan menningarstarfið, menningarlífið. Ég bara Guð fór mig frá því að skrifa íþróttamál. Af því að ég er nú hættur að spila fótbolta, ég er stór hættulegt á þessum aldri. En að koma hér og segja að við höfum ekki heimild eða svona gjalda varhug við því að tjá okkur íþróttamála því mættum ekki á þess aðalfundi, mér langaði bara aðeins að mótmæla þessu. Tjá ykkur alveg svo þið viljið þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Baldur. Þá held ég að við séum komin að leiða lokum í þessar umræðu. Þeir sem samt geta lið nr. 6, fundargerð íþrótta tónlistarráðs eru beðin gefa merki. Og þá komið að síðasta lið þessara fundar sem fundargerð stjórnar Reykjanesafnar frá 24. febrúar. Orðið laust. Úlfur, gerðu svo vel. Úlfar, fyrirgefið. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég vil koma hérna undir fyrsta lið. Það er ársreikningur Reykjanesafnar. Ég vil vísa hér í fund bæjarráðs frá 2. desember 2021. En þar í öðru liði er einmitt rætt skuld Reykjanesafna við Reykjanesbæ. En þar kemur fram, forseti, að hér átti nú að fara að gefa eftir og samþykkta tillögur niðurfellingu skuldar Reykjanesafnar, en að samkvæmt, ég bara segi þetta nú orðrétt, forseti, í skilningi 3. málsgrein 8. greinar hafnalaga var ljóst að slíkt framlag þyrfti samþykkis ráðherra, kjósi bæjarsjóður að fella niður skuldir hafnarinnar en þó mælt með því að leita eftir samþykki ráðherra í samræmi við ákvæði. Þá vil ég beina kannski mínu spurningu til formanns bæjarráðs hvar þetta mál er statt, hver er að fylgja því eftir á ráðuneytinu, hvenær megum við vænta þess að niðurstaða fáist í þetta mál varðandi niðurfellingu skuldar Reykjanesafnar og kannski ítreka það að það er þetta bara brýnt að þetta mál komist áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Friðjón Einarsson Gersvæl. Friðjón biðst undan því að svara spurningunni en bæjarstjóri ætlar að gera það, Gersvæl. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þann 23. febrúar síðastliðinn þá barst okkur þann 23. febrúar síðastliðinn þá sendum við svör. Okkur hafði borið fyrirspurnir frá Eiríki Benónsinni sem er starfsmaður eftirlitsnefndar með fjármálasveitarfélag í ráðuneyti sveitarstjórnarmála og hann var að velta fyrir sér svona hlutum og hann segir hérna, við segjum hér í svarinu til hans að förum við yfir málið og hvernig þessi skuld er til komin á sínum tíma og við vorum búin að fella hana niður í ársreikningi Reykjanesbæjar, héldum henni áfram inn í ársreikningi eða bókhaldi hafnarinnar upp á þá von að
höfnin yrði nú einhver tíma þess megnu að greiða Reykjanesbæ þessa skuld. Við sendum ítrekun 10. febrúar og þá segir hér fjármálastjóri sem að fylgja þessu mál eftir, Regína Fanný Guðmundsdóttir: er eitthvað að frétta af þessu eða er niðurstaðan sú að við þurftum ekki að senda inn þetta formlega bréf, spyr hún. Við erum komin að þeim tímapunkti að loka ársreikningi hafnarinnar, þannig að við þurfum að fá svör hvaða færslur má gera og hvaða ekki. Það er líka upp í stöðinni að bréf til ráðherra hafi verið óþarft en þið þurfa úrskurð það. Og Eiríkur, við fáum svar frá honum, hann var í fríi þegar þetta var sendt, en svarar svo hér aftur núna, dagsett 23. febrúar. Sæl Regína, ég fylgdi í morgun og eftir erindi ykkar við skrifstofu samgangna, en þar sem ákvæði fellur undir lög hafnamál verður afgreiðslan að koma þaðan. Set Ólaf K.R. Hjörleifsson skrifstofustjóri og skrifstofu samgangna í CC á þennan tölvupóst. Síðan þá af mér bestvitandi höfum við ekki fengið neitt svar frá ráðuneytinu en það er sem sagt langt síðan að erindi fór frá okkur og það er fjármálastjóri sem heldur því vakandi og er að ýta á að við fáum svör úr ráðuneytinu. Þannig að ég nú bara þakka Úlfari fyrir að ræða þetta og en upplýsa bæjarfulltrúa það að við erum að gera það sem við getum til þess að ýta á það. Þetta var bæjarstjóri. Það er engin annar sem óskar eftir að fá að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. febrúar er beðin með gefamerki. Og hún er samþykkt 11.0, sýnist mér. Og þá ágætu bæjarfulltrúar erum nú komin að leiðalokum þessa fundar og við munum nú ganga frá fundargerð sem að við munum því samþykkja rafrænt að venju og ég segi því 627. fundi bæjarstjórnar hér með slitið.